Góða kvöldið og gleðilegt fullt tungl. Ég kveiki hérna á myndbandinu í símanum svo ég geti fylgst með. Góða. Það er allt að virka eins og á að virka. Það er hljóð, það er mynd. Svona. Jæja, það er fullt tungl í ljóni, skemmtileg orka, svona pínu eldfimt, þegar eftir svolítið hvernig við erum stemd. Það eru náttúrulega búin að vera svolítið mikla lægðir og svoleiðis að hellast yfir landið að kannski ekki allt sem eru að upplifa orkuna sem svona upplyftandi eða orkugefandi, bara fyrir það að ef maður er kannski eitthvað lágri orku fyrir, að veit að það eru margir búin að vera að glíma við flensur. Það er bara á landsvísu skils mér einhver svaka flensa, og eins líka með eins og óveðri sem var á daginn, misið hvernig það fyrir fólk. En við erum hér með 3 stokka eins og venjulega og á fullu tungli þá eru svolítið að skoða hvað er að hverju við erum að sleppa tökunum á, láta frá okkur ná sáttum með, hvar við þurfum að setja athyglin okkar, birta tunglsins er að lýsa upp þetta sem skiptir máli í lífi okkur í dag. En við erum hér með, það eru Spirit of the Animals, orkulstokkurinn. Svo er ég með klassíska monologi, Greenwich orkul, og svo verð ég með bæði Manifestation og Messages stokkana með líka. En þá ætla ég að lækka skjáinn, leyfa okkur að stilla ykkur inn á spilin og ég ætla aðeins að tala tunglið. Þannig er skjárinn. Það eru þá hér eru Spirit of the Animals, Monology og The Greenwich Oracle. Þessi orka núna, fullt tungl í ljóni. Hún er mjög skemmtileg. Fyrir suma jafnvel pínu yfirþyrmandi, en það sem er að fylgja okkur núna er svolítið ástríðan, svona sprengigleði, mikill vilji. Ljónið er að mæta inn á svæðið og vill fá að brjóta þessu upp rútínuna og fara og gera eitthvað skemmtilegt í staðan fyrir að sinna skyldum sínu með að fylgja rútínu. Og eflis margir sem að finna fyrir er svona að ástríðurnar eru að gera vart við sig, að maður langar til kannski bara aðeins að sleppa tökunum á þessu sem maður er að gera frá degi til dags og gera eitthvað aðeins öðruvísi. Eflis margir sem upplifa akkurat núna að bara fara á pantaferð til útlanda bara núna, þurfa bara að komast eitthvað, þurfa að gera eitthvað, langar að komast eitthvað út úr húsi og jafnvel úr landi, jafnvel rífa og tæta og sprengja allt í sundur heima hjá sér til þess að endurraða því, fara í stóru skápatiltæktirnar svona. Þetta svona, kemur svona þessi tilfinning svona umbrot og uppbrot, hrista þessu upp í hlutunum, hrista sér eitthvað slen, hrista sér skammdegið og jafnvel einhverju sem að vantar einfalda bara að komast aðeins bara út á lífið, þú veist, aðeins að sjæna sig og græja sig og fara og vera eitthvað staðar innan fólk í kringum skemmtun, þú veist, af því það er rosa, getur verið svo næs eitthvað, þú veist, að fá að sjæna sig bara eins til, hafa tilefni til að líta ekstra vel út og svona, jafnvel svona eins og fylgiljóninu, leyfa svolítið öðrum að dásta sér líka.
Það afsaka röddin hjá mér er ekki droslega sterk þessa dagana. En það er svolítið, er svolítið fylgjandi þessari ljónsorku, svona þetta að vilja hrista hans upp í hlutunum og brjóta upp rútínu, fá að leika sér, njóta sín geisla, taka svolítið mikið pláss, leyfa öðrum að taka eftir sér. Og stundu þurfum við líka bara alveg að gera það, bara leyfa okkur að leika okkur, leyfa aðeins svona ástríðunni að leiða okkur, svo lengi sem það fer ekki með okkur eitthvað út í gönur, en leyfa okkur bara að fylgja hjartanu, fylgja ástríðunum og leggja aðeins skyldur okkar á hilluna, taka smá break. Og við skulum fara í lesturinn. Byrjum á Spirit of the Animals. Það var að fyrsta. Hverju þurfa að sleppa tökunum á þáttunni. Það er hér tígurinn sem er eldurinn. Ég vel að vera óstöðvandi, ástríðan mín er kraftur minn. Ég er áberandi, ég er hugrækt og mikil máttur er mér innan handar. Og þarna er einmitt verið svolítið að finnst mér verið að svona sleppa tökunum á óttanum, þú veist, að velja að vera óstöðvandi, velja að fylgja eldunum innra með sér, leyfa eldunum innra með að leiða sig, leyfa sér að vera áberandi eða taka stórar ákvarðanir, leyfa sér að sjá ástríðu sína sem afl og sem mátt. Það þarf nefnilega svolítið mikið hugrekki til þess að sko leyfa sér að ganga eftir því sem maður vill. Það er svolítið það sem ég er að sjá hér, að þetta er hvatningin, það er verið að benda á sleppu tökunum á þessu sem segir okkur að passa inn í boxið, sleppum tökunum á þessum hömlum sem við setjum okkur og segjum nei, ég get ekki þetta, ég kann ekki þetta, ég þarf fyrst að sleppa tökunum á þessum hluta á okkur sem segir við megum ekki eða ég er ekki nógu gott til að það gerast, góðir hlutir gerast ekki hjá mér, ótrúlegir hlutir gerast ekki hjá mér. Þannig að hérna við erum að segja okkur að láta það til hliðar, sleppa tökunum á hugsuninu sem segir við getum ekki, leyfa okkur að vera hugur okkur trúa að við getum allt og við getum verið óstöðvandi. Þá eins og meginskilaboðin, það er verið að benda okkur á. Og það er hér froskurinn sem eru velgengni. Það segir slepptu tökunum á fortíðinu og taktu á móti breytingum. Tækifærin eru innan handar. Stökktu inn í þennan nýja dag með gleði, allsnægt og lukka bíða þeim. Ok, þannig kemur aftur, trúðu því að það er svolítið verið að benda þér á að trúa að góðir hlutir gerist líka í þínu lífi, að ótrúlegir hlutir gerist í þínu lífi. Að þegar þú velur að gera breytingar og þú velur að sleppa tökum á fortíðina, þá gerast raunverulega góðir hlutir. Að tækifærin eru innan seilingar fyrir þig rétt eins og aðra. Það er nefnilega svo ofboðslega oft sem að við stoppum einungis vegna þess að við trúum því ekki að kraftaverk geti gerst í okkar lífi. Við trúum því ekki að tækifærin séu
innanseilingar fyrir okkur, þannig að við tegjum okkur ekki einu svona eftir þeim. En hérna er verið að segja, jú, kraftaverk gerast líka í þínu lífi. Tækifærin eru líka innanseilingar fyrir þig. Þú getur gert kraftaverk. Það er ekkert sem stöðvar þig. En að leyfðu þér að trúa að þú getir gengið eftir því sem að þið dreymir því sem að hjartað þitt er að viðla til þín. Það þarf ákveðið hugrekki til að ganga á eftir því sem maður raunverulega vill inn í lífið. Og þetta er svolítið sko að ef maður tekur sénsinn, ef maður lætur á reyna ótrúlegan hlut, að já, það er ekki víst að það takist, en ef þú reynir ekki, þá er 100% víst að það takist ekki. Þannig að það er alltaf meiri líkur á að maður vinnur að hlutunum takist ef maður allavega reynir. En það eru engar líkur á því að maður reynir ekki. Þá hvað er framundan hér? Það er svartbjörn sem er verndarinn, sem er þá blíð og þekkingamikil verndari, blíður og þekkingamikil verndari sem styður við sjálfstraust og aflið sem innra. Hjálpaðu mér að vernda þá sem ég elska, vektu innsæi mitt og leiddu hönd mína. Þannig að hér er líka verið að benda á að þó að þú sleppir svolítið tökun á því sem þú þekkir, þó þú farir ótrúlega slóðir, þegar það er oft sem að við erum alveg við að gera ótrúlega hluti, en skrefið út fyrir þægindaramman er bara svo mikið að við gugnum á því. Hér er verið að segja við þig að þér er óhætt að taka þetta skref. Þú hefur vernd með þér, það er passað upp á þig. Það er verið að styðja sjálfstrúna þína. Það er haldið utan kraftinn innra með þér. Það er passað upp á að bæði þú og þínir nánustu, þeirra segja þeir sem þú elskar séu í öruggum höndum og þér sé óhætt að hlusta eftir innsæinu þínu, að það er verið að leiða þig, það er verið að styðja þig hjálpa þér. Núna er aðstofamaðurinn kominn hérna upp á borðið og vill einhverja athygli. Þú ert það pínu fyrir, vissirðu það? Svona. Það er alltaf að fá að vera með. En eins og ég segi, hér er verið að ýta svolítið, leyfðu þér að stíga þetta skref, trúðu því að ótrúlega hlutir séu líka mögulegur í þínu lífi. Þú hefur vernd, þú ert ekki að stíga algjörlega hjálparlaust út í óvissuna, það er stuðningur með þér. Þér er óhætt að trúa að tækifærin eru innseilingar fyrir þig líka. Þetta er svolítið bara spurning að hafa hugrekki til þess að trúa á kraftaverkin, trúa að góður hlutir geta gerst. Og eins og ég segi, ef þú reynir ekki þá eru engar líkur á þetta takist, en ef þú reynir þá eru allavega einhver líkur. Þó maður vitið aldrei fyrir víst. Við skulum fá Manifestation spila þetta. Bara eitt væri nóg takk. Þetta er hérna. Það er hér fullt tungl í Vog sem segir findu jafnvægi.
og þá þetta einmitt að finna jafnvægi því að finna í rauninu öryggi. Að vera, maður er oft með fiðringun í maganum og kitlar þarna þegar maður er að stíga fram að brúninni, að stíga út í óvissun og út fyrir þægindaramma sinn. Og það er ágætt að taka því sem áskorun að finna að óttinn er til staðar ef maður getur unnið bug á honum og gert samt framkvæmt. En hins vegar þannig kemur þetta einn köllunin á innsæð að vekja það og leyfa því að leiða okkur. Að finna jafnvægi milli hvað er hugrekki og hvað er fífldirfska. Það er munur þar á. Hvenær er ég að stíga fram af bjargina þegar ég er að taka hænuskref út fyrir þægindaramma minn og hvenær er það þegar ég er að stíga út í eitthvað tóm. Við þurfum alveg að hlusta þess eftir þessu og það er svo mikilvægt að finna innsæðið okkar og hlusta vel og vandlega eftir því, ekki taka skyndilegar ákvarðanir. Þetta er virkilega svona leyfa svolítið vogarskálunum að ná stöðunni. Það er búin að vera að setja vogarskálunar, allt er að færast upp og niður, að leyfa vogin að stöðvast þannig að maður sjái svona liggur landið og þá tekja ákvörðun, ekki bara henda vogarskálunar og stökkva af stað. Leyfa svo að taka ná svona leyfa svolítið öldunum að lægja áður maður stekkur endilega af stað. Ok, þá fyrir næsta stokk. Og það er klassíski monologi. Þá byrjum við á því hverju erum við að sleppa tökunum á og þurfum að ná sáttum við. Eitthvað styrst á monologi, svona, takk fyrir. Það komið hérna 2, ég ætla að leyfa báðum að koma. Hérna erum við að horfa á það sem við þurfum að sleppa tökunum á. Það segir hér, erfiðisvinnan er að skila árangri og ekki láta fortíðina halda aftur að þér. Og hér er verið svona að benda á, við sjáum að þú ert að vinna í fortíðinni, þú ert að vinna í sjálfur þér, þú ert að vinna þig frá hvað sem það er sem fortíðin var. Og já, það hefur verið erfitt og þungt á köflum. En árangurinn er sýnilegur. Þú munt taka eftir því sjálft bráðlega. Stundum þá áttum við okkur engan veginn á því hversu mikla breytingar hafa átt sér í stað bara fyrir það að við stöndum of nærri okkur sjálfum. Og þegar það eru svona jákvæðar breytingar svona smám saman að eiga sér stað, þá upplifum stundum við svo að það sé bara ekkert að gerast. En leyfðu þér að trúa því að það sem þú ert að gera, það er að virka. Og ef þú prófar að horfa þess tilbaka, þá myndu sjá það, bara sjáðu hvað er búið að komast langa leið frá því sem var. En þú ert ennþá að vinna í hlutunum, þú ert ennþá á leiðinni, þannig að ekki örvænta þó að það séu ekki búin að vera gífurleg stakkaskipti á lífinu. Ekki gefast upp og ekki halda að fortíðin sé eitthvað til að skammast sín fyrir, eitthvað sem að íþyngir þér, eitthvað sem þú þarft að draga eftir þér.
fortíðin er einungis til þess að læra af henni. Þannig að ef þú horfir tilbaka og sérð, ok, þarna eru einhverjar skissur, þarna hefði ég geta gert betur, þarna var ég ekki að virða sjálf mig eða aðra, að það er þá leksjur til þess að læra af, ekki til þess að þú pískir þig áfram í þessu lífi, í þessum tíma. Og hérna, gamli minn. Já, það er hérna einn sem að bara staðra á henni því að vera með, en það er eiginlega ekki pláss fyrir þig svona upp á borðinu, Karli. Ég þarf að geta lagt spilin. Já, þannig að hvað sem fólkið þín er, þú ert að vinna þig frá henni, þú ert að fjarlægast hana, ekki láta hana halda aftur að þér eða draga úr þér. Þetta er ekki lóð sem þú þarft að bera, þetta er lexía sem þú setur í minnið og heldur svo áfram. Skömm er ekki eitthvað til þess að píska sjálfan sig með. Ef þú lítur tilbaka og upplifir skömm, þá er það bara eitthvað sem þú þarft að skoða og kannski einmitt gera upp við sjálf þig. Bara þú veist, ef þú gerðir eitthvað sem að fer gegn þínum gildum, þá er lærdómurinn að gera það ekki aftur. Ef þú ert að bera annarra skömm, þá þarftu að minna þig á að þú átt þetta ekki. En hver sem fortíðin er, ekki láta hana halda það niðri. Hún er til að læra af, og jafnvel þó þú takir ekki endilega eftir því, þá ertu komið áleiðis í burtu frá þessari fortíð. Hlutirnir eru öðru sem þeir voru. Stundum þurfum við bara aðeins að stíga skref aftur á bak til að sjá heildarmyndina. Og ef við lítum við farum veg, þá sjáum við yfirleitt að það er talsverður munur. Og við fáum hér megin skilaboð. Og það kemur hér nýtt tungl í fiskum sem segir hugleiddu og ígrundaðu, og það kemur svolítið þetta sérstaklega sko, sem ég var að segja, þú veist, ef þú lítur yfir farin veg, ef þú virkilega skoðar vegferðina þína, ef þú skoðar hvar þú varst fyrir ári síðan, þú veist bara hvernig staðan þín var, hvernig tilfinningalífið þitt var, og meira segja sko, ef við horfum tilbaka og hugsum, ok, hvernig hefði ég brugðist við í X aðstæðum og hvernig bregst ég við þig núna í dag. Það er oft sá munur sem að kemur hvað mest á óvart. Þú veist að þegar maður er kannski í daglegu lífi og það kemur upp einhver áskorun eða kemur upp einhver framkoma hjá öðrum jafnvel eða eitthvað svoleiðis. Þegar eitthvað liggur á og við finnum einhver ákveðin viðbrögð innan á okkur, einhverja líðan, og við sjáum fyrst og fremst munin í því hvernig við bregðumst við, hvernig við tökumst á við krefjandi aðstæður frá því sem var, hvort sem við áður brugðumst við í meiri heift eða óstjórn á tilfinningum eða jafnvel í meðvirkni, en í dag þá bregðumst við allt þessu. Það er líka stórt skref áfram, þannig að tökum allt til. Og ef við sjáum þá hvað er framöndan hér. A time for healing, tími heilunar. Já, þannig að það er áframhaldandi heilun. Hér er búið að vera að vinna í sínum málum, það er verið að gera breytingar í lífinu. Jæja. Og við höldum því áfram. Það er heilun framundan, áframhaldandi heilun í flestum tilvikum sýnist mér, og við leyfum því bara að við höldum áfram vinnunni.
við látum ekkert stoppa okkur eða halda aftur á okkur. Nú þarf ég að færa kött aftur. Hún er rosalega ákveðin í því að vera með núna. Yfirleitt þá er hann nú bara hérna á næsta stól, en núna er hann alveg staðráðinn í því að hann ætla bara að vera með í útsendingu, sko. Fá manifestation spil hér. Það er hér, be proud of yourself, vertu stolt af sjálfur. Eins og ég segi hérna, erfiðisvinnan er alveg að skila sér. Það er einnig helst við sjálf sem að eigum til að gera lítið úr okkar eigin vinnu og erum líklegust til að sjá ekki árangur af því sem við höfum verið að gera. Það er bara, já, við erum bara svolítið þannig gerð. En það er einmitt hér verið að minna þig á, bara sjáðu samt hvað þú ert búið að gera. Ef þú lítur yfir farin veg þá ertu komið alveg dágóða leið frá því sem var. Þú ert búið að gera jákvæðar breytingar. Þú ert að vinna í þínu, þú ert að þróast og þroskast, þú ert að fjarlægja þig frá því sem er ekki lengur þjónar, þú ert að heila eitthvað í sjálfu þér og í nánustu umhverfinu þínu. Þó að lífið hafa ekki enn tekið einhverjum svakalegum stakkaskiptum og að það sé ekki endilega rosalegur sjáanlegur munur utan frá sér. Það eru oft er ekki þá að það akkurat svona litlu mómentin sem skipta máli. Þannig að klappa þér á baki fyrir það sem þú ert búið að gera. Þú ert í áframhaldandi heilun og ekki láta fortíðina halda aftur að þér. Og það skulum fara í næsta stopp. Nú er stormur svo fúll við mig að ég færði hann í burtu, tók hann af spílunum og sett á gólfið. Situr hérna með bakið í mig, eyrun aftur. Já, ég sé þig. Og það er þá Greenwich Oracle. Byrjum að athuga hverju við erum að sleppa tökunum á að ná sáttum með. Það er hér graslökkurinn sem er táknmynd fyrir sjáendur, divination. Hér er svolítið verið að benda á að oft vitum við eitthvað meira en það sem við gefum upp, stundum vitum við alls konar án þess að í rauninni hafa rök fyrir hvað við höfum upplýsingarnar. Þetta sem að innsæið er stundum bara að segja okkur eða eitthvað í orkunni, einhver skilaboð sem við fáum sem við höfum ekki endilega stóðir undir, við bara vitum þetta allt í einu. Að hér þurfum við að sleppa tökunum á rökunum og leyfa okkur að treysta innsæðin okkar, leyfa okkur að treysta upplýsingunum sem koma þó við vitum ekki alltaf alveg hvaðan þau koma og svona leyfa okkur að ekki efast um skilaboð og þetta sem við finnum á okkur. Og í rauninni að ná sáttum með, að sætta okkur við það, að við oft finnum og heyrum og skynjum meira en við þorum að viðurkenna. Það er náttúrulega oft
ég sé það alveg þó nokkur sé svolítið mikið af því að fólk að upplifa og skynja og oft með einhver veit alls konar sem það bara veit innra með sér og hefur ekki rök fyrir af hverju það veit það, ekki með skýringu á því af hverju það veit það, en veit. En þorir samt ekki að viðurkenna að geta þetta, þorir ekki að viðurkenna fyrir sér og hvað þá öðrum að þetta sé að gerast, þetta sé að eiga sér stað, að skilaboðin sé að koma og vitneskja sé að koma til þeirra. En stundum þurfum bara að sætta okkur við það að við stjórnum ekki öllu, stjórnum ekki þessu, ekki alltaf, og þurfum að sætta okkur við að það að stundum erum við sjálf bara með eitthvað tengingu þó við höfum ekki beðið um það. Við erum öll færi með þetta allt saman það sem ég geri, þetta er til í okkur öllum, þetta hluti okkur náttúrulega eðli og það það bara spurning hvort að við ræktum það eða ekki. En þá skal ég fá meginskilaboðin. Það hér basilika sem traustið. Já, við þurfum að treysta því sem kemur til okkar, treysta innsæðin okkar, treysta okkur sjálfum, treysta skilaboðinu sem koma í gegnum okkur eða til okkar á þess að höfum endilega rök fyrir því eða getum útskýrt af hverju við vitum það sem við vitum. Treysta þessu sem við finnum innra með okkur sem stundum að reyna að leiða okkur í einhverja átt. Þegar að innsæið og hjartað eru kannski að benda okkur, við skulum fara þessa átt í lífinu núna, en vitsmunirnir og rökin geta ekki réttlætt það. Þetta ótrúlega sérstakur dans sem við þurfum að taka, læra að hvenær viðeigandi að láta hausinn stýra, hvenær við að láta innsæið stýra, hvað innsæið, hvað tilfinning. Þetta alveg snúið þegar maður tala bara hlusta og treysta innsæðinu sínu. Já, það hægara sagt en gert, að þegar við erum líka með bara alls konar tilfinningar og alls konar ótta og það oft sem að við ruglum saman munstri og innsæi, að það kannski einhver ótti í okkur sem segir við okkur nei, við skulum alls ekki gera þetta og við túlkum það sem innsæi, en þetta þetta þjálfun. Stundum þurfum við bara að treysta og treysta okkur sjálfum til að þó við kannski misstígum okkur, þó við mistökum innsæi fyrir munstri eða öfugt eða tilfinning og höldum að sé innsæið, það alltaf í lagi. Við erum að æfa okkur, treystu sjálfu þér til að halda þessari æfingu áfram og treystu sjálfu þér til þess að velja rétt. Það engin að ætlast til þess að þú 100%. En hvað framundan hér? Það hér. Ég man ekki hvað þetta blóm heitir á íslensku, stokk. En það fókus. Hér finnst mér að vera að benda á að í allu þessu, í dulspekinni, í innsæisvinnunni, þið ykkar sem að stíga lengra inn á þá braut, að það verður meira það framundan. Og þegar þú ert að þjálfa upp einhver hæfni, þegar þú ert að þjálfa upp þetta traust, þegar þú ert að þjálfa upp þessi hlustun, og ef þú, sem við talum ekki eða þú ert að þjálfa hæfnina þínum til að lesa fyrir aðra eða sem taka á móti skilaboðum, taka á móti upplýsingum, að
það þarfnast athygli og það þarfnast fókus. Þetta er eitt af þessu verkfærum sem við þurfum að þjálfa markvisst eins og allt annað. Og þá kemur svolítið þetta það sem þú vökvar, það vex. Þannig að ef þú veitir því athygli, ef þú veitir því gaum, þá ertu að rækta það. Þetta gerist ekki endilega á sjálfu sér, þannig að myndu það sem hún setur athyglið þín á, það er það sem að stækkar, það er það sem að vex. Þannig að þú ræður því hvar þú setur athyglið þína, en ef þú ætlar að rækta þennan hluta sjálfur, þá verður að setja meiri athygli á það, og það er það sem þú gerir ef þú ætlar að gera það. En við skulum fá manifestation spil hér. Það er hér talk less, feel more, tala minna, finna meira. Akkurat. Það er stundur sem að við verðum svo uppteknir að við útskýra hvernig okkur líður að við gleymum að upplifa það. Stundur þurfum við bara aðeins að staldra við, hætta öllu öðru sem við erum að gera. Ekki tala, leggja síma frá sér, slökkva á sjónvarpinu og bara virkilega sitja með sjálfu sér og finna hvernig manni líður. Það er ágætt að gera þetta þegar maður er einn, að staldra hans við og virkilega leyfa sér að upplifa tilfinningar sínar, bara hvernig raunverulega líður mér. En svo er líka dásalegt að gera þetta með öðrum. Með kannski maka sínum, förunaut, eða vini, einhverju sem manni þykir vænt barninu sínu, að bara prófa að staldra við án truflana, án þess að tala saman, bara vera saman í augnablikinu og virkilega leyfa sér að upplifa hvernig líður mér núna, hvernig líður mér með þessari manneskju, hvernig líður mér gagnvart þessari manneskju. Gefa sér þetta bara og leyfa sér þetta, því að það getur verið svo ofboðslega magnað. Bæði að virkilega raunverulega vera í núinu með sína eigin tilfinningum, og svo við tala ekki að vera í núinu með annarri manneskju. Finna algjörlega hvernig manni líður gagnvart því, það er gífurleg nánd sem að getur skapast með því og ofboðslega skilningur á hver tengingin er. Þannig að taktu þér augnablik og virkilega staldra við og kanna hvernig þér líður. Og þá ætlum ég að fá hér bara á heildina messages, skilaboð fyrir þetta misseri sem við hefjast. Taka okkur með okkur. Það er hér rísandi tungl sem að segja einfallega bara sannleikur. Skulum reyna að hafa það í huga þetta misseri allavega fram að þá næsta nýja tungli, að leyfa okkur þessi sannleikan í hlutunum, vera mjög heiðarlega gagnvart sjálfum okkur, passa okkur að orðin sem við segjum upphátt eða við aðra, að hafa það skýrt í hug okkar áður en við segjum þau, að taka tékkið, eru þau sönn, og vera svolítið meðvitað okkar eigin sannleika og hvort að við sem að vera samkvæmt okkur sjálfum þegar sem að vera sönn sjálfum okkur í orðum og gjörðum og verkum.
vera svolítið vakandi fyrir hver er sannleikurinn og þá líka það kemur innanfrá. Ég er ekki að tala um að grafa upp í sannleikann í einhverjum annarra manna málum eða til þess að geta kastað einhverjum dómum, heldur tilfinningun, sannleiki, hver er minn sannleikur, hverju trúi ég, hvernig ég gagnvart sjálfum mér, er ég að vera samkvæmt sjálfum mér í tali og gjörðum. Fylgjast svolítið vel með þessu 2 vikurnar allavega, framan eftir 9 tónli. Leyfa þessu að vera svolítið leiðarljósa okkar næsta misserið, sannleikurinn. Svona. En þá ég að segja þessum lestri lokið og ég ætla að hækka skjáinn aftur. Svona. Já, ég vona að skilaboðin til sönnuréttir þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég vona að þið hafið notið þess að eiga þessa stund. Einhverju voru allan tíman, einhverju voru þetta inn og út. Dásalegt að eiga þessa stund með ykkur eins og alltaf. Það eru allar upplýsingar inn á síðunum minni hvernig er hægt að bóka tíma hjá mér, hvort sem það er í einkatíma á staðnum eða í fjarfund eða myndbandsleiðsögn. Langar til að grípa tæki fyrir að minna á námskeiði sem ég er að halda hjá Sálarrannsóknarfélagi Íslands eftir 10 daga. Yes. Sem þetta þar næstu helgi. Þar sem að ég ætla að vinna með flæði í lit, þar að segja í listsköpun að leyfa flæðin að koma sér sem sagt fram í formi listræna æfinga og hvaða getur komið margt út af því. Að prófa að leyfa miðlunarorkun okkar að taka sér aðeins öðruvísi mynd. Það er meira það á síðunni líka. Verður stórskemmtilegt. Allavega hef ég ekki trú á öðru. En þá ætla ég að þakka fyrir mig, ég þakka fyrir áheyrnina. Ég vona að þið hafi notið vel og njótið kvöldsins. Og þá segi ég bara takk fyrir mig og sjáumst næst.